Góðan daginn, ég heiti Tómas Krásenski og fyrir framan okkur röð kvikmynda fyrir ökumenn. Hefur líka heyrt að Jackie viðurkenni frekar að hann sé slæmur elskhugi en að hann sé slæmur ökumaður. Þess vegna myndi ég aldrei leyfa mér að kenna aksturslist, en ég myndi gjarnan vilja einbeita mér að listinni að vera undirbúin fyrir ýmsar hættur, sem bílanotkun getur fært okkur, og það ekki aðeins á vetrartímanum. Fyrsti þátturinn verður helgaður algjörum grunnatriðum. Nánar tiltekið verður það eins konar vetrargrunnar fyrir venjulega ökumenn. Í öðrum þætti munum við skoða grunnþjónustu dekkja og skipti á hjólum. Í þriðja þætti munum við fjalla staftraflöður, það að segja bílaraflöður, og viðhald þeirra. Jæja, förum í það. Grunnbúnaður ökutækis fyrir neyðartilvik ákveðin með reglugerð sem breytist af og til, en hver, og einn getur haft í skottinu nokkur önnur gagnleg verkfæri sem geta virkað fyrirbyggjandi, eða sem björgun. Þessi valfrjálsi búnaður auðvitað mismunandi ekki aðeins frá ökumanni til ökumanns, heldur einnig eftir því hvar bíllinn notaður. Borgarumferð krefst annars konar búnaður, og við þurfum að útbúa okkur á annan hátt fyrir fjöllum. Auðvitað hægt að treysta á aðstoðarþjónustu í dag, en það margir okkar sem nota hana ekki af ýmsum ástæðum. Að minnsta kosti, ekki fyrr en við höfum tennt allan möguleika, og sjá. Persónulega bæti ég líka við álskóflu og snjókeðin í skottið mitt fyrir veturinn. Vinsja með löngu reipi hefur virkað vel fyrir mig nokkrum sinnum. Á vissan hátt, vegna lögmálsins óhæfni, virka þessi hjálpartæki einnig sem forvörn. Því, þegar þau fyrir í skottinu mikið líkur á að þú þurfir aldrei á þeim að halda. En reyndu að taka þau út einhvern tíma. Byrjum því á forvörnum. Mörgum vandamálum hægt að koma í veg fyrir á frekar einfaldan hátt. Til dæmis, með því að bera sílikonolíu á gúmmíþéttingu í kringum hurðirnar minnkar hættuna á að þær frjósi fastar. Olía í úðaformi hentug fyrir stærri svæði, en fyrir þéttingar mæli ég með að bera olíuna fyrst á klút og nota hann síðan til að bera á þéttinguna. Annars verður olían út allt. Annar vetrarklassíkur frost á gluggum. Ef þú vilt ekki prófa tryggðar uppskriftir til að fjarlægja ískorpu auðveldlega og hefur ekki framrúðu með upphitun, notaðu verndarskjöld. Með álblöndu sem virkar frábærlega ekki aðeins á veturna gegn hrími, heldur geturðu einnig nota hann allt árið, gegn sólargeislun. 2 handföng til að festa í hurðirnar og ekki gleyma að setja skjöldin undir rúðuþurrkurnar svo þær frjósi ekki fast við glerið. Ef framrúðan frísan, kemur sér vel að hafa útdragalegan sköfur sem nær auðveldlega í miðjuna án þess að snerta yfirbygginguna og mögulega óhringa sig. Skafan einnig gagnleg fyrir önnur rúður og innbyggði bursti, nýtist til að sópa snjónum af. Sjálfsagt að hafa frostlög í rúðusbrautunum. Fyrir þá sem vilja ekki standa í því að blanda þykkni með ávísuðu eimuðu vatni, mæli ég með að nota blöndu, sem þolir -20, án blöndunar. Þó að sumir pakningar innihaldi hellistrút, hefur venjulegur trektur reynst áreiðanlegastur. Og því stærfi sem opið því þægilegra að hella án þess að hætta sig á að hella yfir allt í kring. Skyldubúnaður fyrir veturinn inniheldur einnig viðeigandi dekk með minnstudýpt að minnsta kosti 4 millimetrar. Til að athuga það geturðu notað stafrænan mæli. Sjálfur hef ég notað rennimál, en vegna lengdar þess neyðist maður til málamiðlana. Framhjóli má snúa til að auðvelda aðgang, en fyrir afturhjóli verður þú að mæla neðan frá. Mælirinn fyrirferðarlítill, svo hann passar oftast í hjólskálina. Og aðalega, geturðu haft hann alltaf með þér. Þegar við að tala dekk, gott að athuga reglulega, helst að minnsta kosti einu sinni í mánuði, loftþrýstingin í dekkinum. Fyrir einfalda athugun þarftu ekki strax að fara loftdælu á bensínstöð. Lítill handhægur þrýstimælir nógu aðeins þrýstingur lækkar, þá leysa málið með að bæta lofti. Og það hefur verið sannað að rangt uppblásið dekk þýðir minnkun á endingatíma þess og aukningu á eldsneytisnotkun, en einnig versnun á aksturseiginleikum og stjórnhæfni ökutækisins. Svo gætir það því. Vetrartímabilið setur meiri kröfur á staftaraflöðuna. Mikilvægt fyrir endingatíma hennar og áreiðanleika rétt hleðsla. Við munum geyma dýpri kenninguna fyrir sérstakt myndband. Fyrir þá sem vilja ekki eyða of miklum tíma í þetta, en samt samviskusamir, mæli ég með 2 hjálpartæki. Einfaldur, prófari fyrir hleðslustöðu og viðhaldsleiðslutæki. Prófarinn vissulega frumstæður, en samt þarf að fylgja ákveðnu ferli til að komast að raunverulegu ástandi rafhlöðunar eða hleðslukerfisins. Það því ekki nóg að stinga honum bara í kveikjarólfið. Með slökkt á vélinni láti lágu ljósin vera kveikt í 1 mínútu og mæli svo. Þannig munu þið einnig uppgötva þreytta rafhlöðu sem þó hleðst full, en við litla álag lækkar spennan mikið og rafhlaðan þó ekki fær að veita nægjanlegt straum til að ræsa, sérstaklega á veturna.
Gult ljósdíóða gefur til kynna að rafhlaðan sé í lagi. Ef bæði gult og rautt ljós loga samtímis rafhlaðan svokölluð byrjuð að bíla, en það gæti verið einungis einhver bilun sem hægt að laga, til dæmis lítið rafvökva. Og aðeins rauða ljósdíóðan gefur til kynna mjög tæmda rafhlöðu, hvort sem það vegna skemmta á henni eða rangra hleðslu. Og einmitt hvort hleðslukerfið virkar rétt kemst þú að eftir 15 mínútna akstur eða gang vélarinnar í lausagangi í 15 mínútur. Meðan vélin í gangi stingdur prófanum í innstunguna. Og græna ljósdíóðan gefur til kynna að allt sé í lagi. Græna ásamt gulu bendir á of lágt hleðsluspennu. Og græna með rauðu bendir á of hátt hleðsluspennu, sem skemmir rafhlöðuna. Eins og ég nefndi, stundum gagnlegt að hafa litla hleðslutæki fyrir nokkra krónur, sem gefur bara nægilega orku til að halda bílarafhlöðunni alltaf fullhlaðinu. Hún bætir því við orku sem tapast vegna sjálflósunar rafhlöðunar. Það gott að nota hana ef þú veist að rafhlaðan þín fullhlaðin og verður ekki notuð í einhver tíma. Þá hefur vissu fyrir því að þegar þú þarft á henni að halda, verður hún fullhlaðin. Þú þarft ekki að óttast að hafa hana tengda við rafhlöðuna í langan tíma. Hleðslutækið oflifir hana ekki. Þvert á móti það ekki ætlað til að hlaða tendar rafhlöður og má ekki nota. Ef bílarafhlaðan hefur spennu, undir 12,5 volti. Og síðasta atriði í vetraráðum mínum fyrir raunverulegt, neyðartilvik. Þetta björgunarmotta sem sett undir hjólinn ef þú festist í snjó, en einnig í drullu eða sandi. Mottan mjög sterkbyggð og þung, svo ekki allir munu vilja hafa hana í skottinu, en fyrir áhugamenn og ævintýramenn hún fullkomin. Það best þegar þú getur lyft hjólinu upp og sett mottuna undir það. Það gerir hins vegar ráð fyrir að þú hafi með þér jack. Í ljósi þessa í mörgum nútímabílum ekki lengur varadekk, verður jackurinn einnig sjaldgæfari. En ég mun sýna ykkur á eftir, og einnig í næsta myndbandi dekkjaþjónustu að það þess virði, jafnvel þó að þið séuð ekki með varadekk. Jæja, ég mun snúa aftur á mottun. Ef þú ekki með sjálflæsandi mismunadrif eða mismunadrifslás, þarftu mottu undir hjólinn sem snúast, því annars myndi hjólið á mottunni. Ekki grípa ef hitt hjólið rennur. Og ef þú ákveður samt að fá þér tjakk, þá mjög hentugt. Og á góðu verði sett sem inniheldur, auk vökvajakka fyrir aftar 2 tonn, einnig stóðir og klossa. Þeir eru samanbrjótanlegir, svo þeir passa fallega með tjakknum í eina tösku. Við munum tala meira tjakkana í myndbandinu dekkjaskipti. Svo góða ferð og ekki horfa á myndböndin okkar á meðan þú keyrir. En gleymdu ekki að smella áskrift og bjölluna ef þú vilt fá tilkynningar ný myndbönd frá Inimax verkstæðinu. Takk einnig fyrir þín like og málefnalegar athugasemdir og ég hlakka til að sjá þig í næsta myndbandi.